Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, vissi ekki fyrr en í gær af rannsókn KPMG á viðskiptum gamla Glitnis í aðdraganda bankahrunsins. Skilanefnd Glitnis fól KPMG verkið og hefur fyrirtækið verið að störfum í tæpa 2 mánuði. Viðskiptaráðherra telur ótækt að KPMG rannsaki Glitni, en Árni Tómasson, formaður skilanefndarinnar, telur fyrirtækið ekki vanhæft. KPMG ætlar að halda vinnu áfram, en kallar eftir viðbótarrannsókn á vafaatriðum. Við skoðum þetta mál eftir augnablik. 2 stjórnendur gamla Búnaðarbankans voru beinir gerendur þegar fjármálaeftirlitið komst að þeirri niðurstöðu fyrir nokkrum árum að Búnaðarbankinni hefði brotið lög bankalind og eðlilega viðskiptahætti. Fjármálaeftirlitið réði þessa 2 menn fyrir 2 mánuðum í skilanefndir bankana og við fjöllum þetta mál og ræðum í framhaldi af því við alþingismennina Lúðvík Bergvinsson og Atla Gíslason og einnig hvort verið sé að selja eignir bankana til sömu eiganda og áttu þær fyrir bankahrunið. En við byrjum á rannsókn KPMG og Glitni en Þóra skoðaði málið í dag. Á dögunum voru fluttar fréttir af því að KPMG rannsakaði hvort lög og reglur viðskipti hafi verið brotnar innan Glitnis síðustu vikur fyrir hrun bankans. Þetta kom viðskiptaráðherra algjörlega í opna skjöldu en hann heyrði af þessari rannsókn í gær. Samkvæmt heimildum Kastljós taldi hann það ekki trúverðugt að KPMG sem tengist viðskiptum Glitnis með margvíslegum hætti rannsaki viðskipti bankans. KPMG hefur hins vegar verið að störfum í 2 mánuði því það var miðjan október sem skilanefnd Glitnis bað KPMG að rannsaka málið. KPMG hefur verið endurskoðandi Stoða sem var aðaleigandi gamla Glitnis. Sigurður Jónsson framkvæmdastjóri KPMG og sonur hans, Jón Sigurðsson, forstjóri Stoða. Sigurður Jónsson vísar á bug fullyrðingum vanhæfi og treystir KPMG fullkomlega í þessa rannsókn. Í fréttum RÚV í gær sagði hann að félagið myndi gæta sín. Í sömu frétt kom einnig fram að KPMG endurskoðaði fyrir félög sem samtals áttu 48% í gamla Glitni. Árni Tómasson, formaður skilanefndar Glitnis, sagði í samtali við Kastljós í dag að hann teldi KPMG heldur ekki vanhæft fyrirtæki til að rannsaka Glitni. Skilanefndin hafi hins vegar fengið viðbrögð frá viðskiptaráðuneytinu eftir að fjalla var málið í fjölmiðlum. Hann taldi því vanlegast að KPMG lyki sinni rannsókn. Til viðbótar við það hefur skilanefndin óskað eftir að smærri fyrirtæki rannsaki sérstaklega það sem snýr að hagsmunaaðilum. En stjórnvöld virðast eiga í erfiðleikum með að finna hina réttu leið til að rannsaka aðdraganda bankakrísunnar. Í október óskaði Valtýr Sigurðsson, ríkissaksóknari, eftir því við Björn Bjarnason, dómsmálaráðherra, að fá að verkstýra úttekt á bankahruninu, kortleggja hvað þyrfti að rannsaka og hvort ástæða væri til að hefja opinbera rannsókn á mögulegum lögbrotum. Björn tók vel í þá hugmynd og tryggði fjármagn til verksins. Valtýr Sigurðsson réði þá Boga Nilsson fyrrum ríkissaksóknara til að hafa umsjón með verkinu og var ætlunin að þeir skiluðu skýrslu áramótin. Ekki voru þó allir á eitt sáttir hlutleysi þeirra Valtýs og Boga. Fjölmargir þingmenn gagnrýndu náin tengsl þeirra við bankageirann en sonur Valtýs meðal annars forstjóri Exista, aðaleiganda gamla Kaupþings og sonur Boga meðal annars forstöðumaður lögfræðisviðs Stoða, aðaleiganda gamla Glitnis. Eftir harða gagnrýni og aðeins vikustarf sagðist Bogi ekki treysta sér til að halda rannsókninni áfram því trúverðugleiki væri mjög mikilvægur í slíkri vinnu. Í kjölfarið ákvað Valtýr einnig að aðhafast ekki frekar í málinu. Fjármálaeftirlitið skipaði 2 menn í skilanefndir bankana sem verið höfðu stjórnendur hjá Búnaðarbankanum. Á þeim tíma komst fjármálaeftirlitið að því að Búnaðarbankin hefði brotið gegn bankalind og eðlilegum viðskiptaháttum. Í viðtali við Kastljós fyrir skömmu vísaði forstjóri fjármálaeftirlitsins því á bug að skipun þeirra væri mistök enda hefði bankinn brotið lög en ekki stjórnendur hans. Í gögnum sem fjármálaeftirlitið hefur ekki viljað afhenda fjölmiðlum hingað til þó staðfest að mennirnir 2 voru beinlínis gerendur í málinu og Helgi skoðaði málið. Fjármálaeftirlitið tók við rekstri bankana 3 með nokkurra daga millibili eftir setningu neyðarlaganna í október. Skipaðar voru skilanefndir yfir bankana 3 sem sjá áttu rekstur þeirra samkvæmt skipun fjármálaeftirlits. Það hefur vakið nokkra athygli að fjármálaeftirlitið skipaði 2 menn í skilanefndirnar sem höfðu gegnt störfum bankastjóra og yfirlögfræðings Búnaðarbankans árið 2003 þegar fjármálaeftirlitið komst að þeirri niðurstöðu að bankinn hefði gerst sekur brot á lögum bankalind. Eftirlitið komst að þessari niðurstöðu eftir að forsvarsmenn fyrirtækisins Norðurljósa höfðu kvartað undan því að starfsmenn Búnaðarbankans hefðu lekið trúnaðargögnum rekstur fyrirtækisins til fjölmiðlafyrirtækisins Fjölmiðlafélagsins sem meðal annars var í eigu Björgólfs Guðmundssonar.
Þetta gerði Búnaðarbankinn að mati Norðurljósamanna með það fyrir augum að reyna að hrekja Norðurljós í þrot með því að gjaldfella lán á félagið sem síðan yrði tekið yfir af félagi Björgúls. Samkvæmt úrskurði fjármálaeftirlitsins brutu yfirmenn bankans gegn bankaleynd og eðlilegum viðskiptaháttum þegar gögnum var komið í hendur félags Björgúls. Þeir menn sem nefndir voru í úrskurðinum voru þeir Árni Tómasson, þáverandi bankastjóri Búnaðarbankans og Ársæll Hafsteinsson, þáverandi yfirlögfræðingur bankans. Þrátt fyrir að fjármálaeftirlitið hafi komist að þessari niðurstöðu, valdi þessi sama eftirlitsstofnun þessa 2 menn til að sitja í skilanefndum 2 bankana. Þannig Árni Tómasson settur formaður skilanefndar Glitnis en Ársæll á sæti í skilanefnd Landsbankans. Ársæll raunar ekki alls ókunnugur rekstri Landsbankans því hann hefur starfað þar sem yfirlögfræðingur undanfarin ár. Forstjóri fjármálaeftirlitsins taldi þó í viðtali í Kastljósi að þarna hafi alls ekki verið farið rangt að. Það var bankinn sem að gera athugasemdir við. Það var ekki mál höfða gegn einstaklingum, heldur gegn bankanum. En bankinn nú alltaf meira en þessi stjórnvöldum, er það? Já, það margir sem geta komið að því. En það var þessi tiltekni aðeins? Það var að gera athugasemdir við bankan sjálfan. Og síðan 5 árum síðar á að skipa í skilanefnd og það var valinn maður með töluverðar reynslu. Fjármálaeftirlitið hefur ekki viljað láta fjölmiðlum í té þennan úrskurð frá árinu 2003 á þeirri forsendu að þar komi fram viðkvæmar bankaupplýsingar eftir því sem fram hefur komið í fjölmiðlum. Kastljós hefur úrskurðin undir höndum og í honum kemur fram að Búnaðarbankinn hafi vissulega brotið gegn áðurnefndum lögum þagnarskyldu og heilbrigða viðskiptahætti, en þó ljóst að gerendur í málinu eru áðurnefndir einstaklingar Ársæll og Árni. Þetta má glögglega sjá á úrskurðinum þar sem Ársæll og Árni eru sagðir hafa brotið bankaleynd með því að greina 3. aðila frá skuldastöðu Norðurljósa og að Árni hafi sem bankastjóri orðið uppvísað óeðlilegum viðskiptaháttum með því að hafa komið að samningu á yfirlýsingu sem félag Björgúls gerði þess efnis að félagið væri tilbúið að taka yfir skuldir Norðurljósa og félagið. Og eftir augnablik ætlum við að ræða þessi mál og fleiri við alþingismennina Atla Gíslason og Lúðvík Bergvinsson. Lúðvík Bergvinsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar og Atli Gíslason, þingmaður Vinstri grænna eru sestir hjá Helga til að ræða hæfi endurskoðanda Glitnis, neitun skilanemnda gögn útibúa í Luxemburg, skipanir í skilanemdir og ásakanir að bankarnir séu farnir að selja fyrirtæki til fyrrum eiganda sinna, þrátt fyrir yfirlýsingar stjórnvalda að slíkt yrði gert fyrir opnum tjöldum og jafnræðis gætt. Velkonir, báðir tveir. Takk. Það byrja eins á þér, Atli, og byrja eins á þessu máli með þetta endurskoðunarfyrirtæki. KPMG sem að, eins og Þóra sagði náðan, var endurskoðandi fyrir meirihluta eigendur í Glitni og svo fengið til þess að aðstoða skilanefndina við rannsókn málsins. Þeir senda svo frá sér yfirlýsing í dag, þar sem þeir eru að óska eftir því að endurskoðuðu þá vinnu, ef ég skil það rétt. Þetta ekki bara hreint og beint óheppilegt? Nei, ég myndi nú nota orðið tortryggilegt jafnvel frekar sko, því að það bara þannig að ef aðstæður fyrir hendi sem eru til þess fallan að draga óhlutdrægni manna í efa með réttu sem þarna blasir við, þá eru þeir vanhæfir. Svo þetta náttúrulega á skjön við viðskiptasiðfræði, þetta á skjön við flestar siðareglur fagstétta, þannig að þetta gengur ekki, þetta bara bull fyrir mér. Lúðvík, viðskiptaráðherra segir þarna að hann hafi ekkert vitað af þessu fyrir í gær. Þá nú trúverðugt að hann hafi ekki haft hugmynd það hver fenginn til þess að rannsaka einn af gömlu bönkunum og þann fyrsta í raun og veru sem fór hérna á hliðina? Þetta 2 mánuðir. Já, sko, þetta geti náttúrulega það eina sem ég get sagt það að viðskiptaráðherra gerði þingflokknum ágæta grein fyrir þessu í gær, upplýsti okkur það að hann hefði ekki vitað þetta og ég held að sé ekki nokkur ástæða til þess að draga það í efa. Mér finnst nefnilega aðeins í þessari umræðu sem þessa hluti, við lendum í því að það má nota orðið að lenda í svona ósköpum að bankakerfi hrynur, fjármálakerfi hrynur, eignaverð hér hrynur og stjórnvöld sitja með þetta allt saman í fanginu. Eru það að höndla þetta? Miðað við þetta? Þetta klárlega erfitt verkefni. Hvort að við höndlum það verður ekki metið endilega núna. En við erum að vinna okkur í gegnum þetta og erum að gera þetta eins vel og nokkur kostur. Og það alveg klárt á þessari vegferð, þá munum við gera mistök.
Það alveg klárt. En menn eru að reyna að gera þetta eins vel og þeir geta. Og viðskiptaráðherra upplýstu okkur þetta og ég ætla að leyfa mér að segja það að ég trúi honum að hann hafi ekki vitað þetta. En það einhvern veginn allt í þessari umræðu. Það allir tortryggðir. Það allt glæpamenn. Það breytir engu hvað það hvort það eru stjórnmálamenn, bankamenn eða aðrir, að umræðan gengur öll út á það séu allir á einn eða annan hátt að svindla. Og við þurfum aðeins að gæta, held ég, hófs í þessu öllu saman, ef við ætlum ekki að missa dálítið tökin á þessu. Mér langar aðeins að nefna líka, ég hjó eftir því í gær held ég frekar en í dag, að þá kom fjármálaeftirlit með úrskurð til dæmis bankastjóra Glitnis, sem hafði verið sökuð það að hafa rangt við og fólk ítrekað haldið þessu fram, ég get nefnt dæmi eins og Egill Helgason og Agnes Bragadóttir hafa haldið þessu stíft fram. Ég meina, hvað ætla þau að gera núna? Ætla þau að biðjast afsökunar á því að fella dóma án þess að kannski þekkja til? Eða hvernig ætla þau að... En við bara halda okkur þetta... Það sem skiptir máli það að við reynum að ræða þessa hluti að þetta sé upplýst. Þeir sem hafa brotið af sér, þeir að gjalda fyrir það. En ef rannsóknin klúðrað, Lúðvík? Ef rannsóknin klúðrað? Hvaða rannsóknin var klúðrað? Ertu að segja mér það að það geti valdi ekki tortryggni og það ekki eftir að vera rifjað upp þegar úrskurðurinn kemur það, einhver opinber úrskurður það, hvort að Glitnir og hvort að eitthvað hafi misfarist þar í bókhaldi. Að menna þetta að segja, fyrstu 2 mánuðina, þá létu þið endurskoðanda mannana sem voru sakaðir að hafa misfarið með fé í þessum banka. KPMG stofnaði félagið Steam sem einhvern veginn í gegnum einhvern furðulegan leik af einhverjum fyrirtæki sem heita blöndu einhverjum bókstöfum og tölustöfum, eignast eitthvað fyrirtæki sem ennú meira eða minna dúbíus. Það bara hvarflar ekki að mér að fara að segja það að þegar svona hluti komu upp, enda brást viðskiptaráðherra strax við, að þetta sé í lagi. Og það sem augljóslega á að reyna að gera og þá að reyna að vinna bug á því sem misfórst. Og hvernig á að gera það? Það er að segja, þá að minnsta kosti að endurskoða það tilbaka og ég tel nú, eða á þess að ég þekki það nú, að þessi viðskipti fari nú meira og minna öll meira og minna tölvukerð. Þannig þessar upplýsingar hljóta vera til staðar. Þannig það er hægt að fara yfir það og komi út úr slíkri endurskoðun að þetta hafi ekki verið í lagi, þá kemur það bara upp á borðið. Og það er það sem við reynum að gera, að það er að fá þetta upp á borðið. Og það á allt að vera upp á borðinu. En ég ætla líka að segja að í þessu ferli hefur mun örugglega eitthvað misfarast, en við verðum þá að reyna að tryggja að þetta sé gegnsætt og þess vegna finnst mér skipta miklu máli sem kom frá bönkunum í dag. Að þau voru að senda frá sér reglur það að þeir reyna að tryggja að þetta verði allt saman gegnsætt og sanngjarnt og einnig sem ég finnst skipta miklu máli að bankarnir ætla að ráða svona umboðsmann viðskiptamanna sem á einmitt að reyna að tryggja þetta gegnsæi og þetta skiptir miklu máli því að þessi ofboðslega tortryggni sem í samfélaginu, hún skaðleg fyrir okkur og við verðum að reyna að vinna bug á henni sameiginlega. Atli, hefurðu trú á því að finnst þér að KPMG eigi að halda áfram með þetta verk? Nei, og það eigi að fá ykkur aðra til þess að endurskoða þeirra vinnu? Nei, alls ekki. Það er fullt af endurskoðunarskristofunum ekki hafa komið nálægt þessu bankahruni eða verið í viðskiptum við banka og annars slíkt sem fullkomlega hæfi til að gegna þessu starfi. Á hverju á að nota sama aðilann sem endurskoðuðu ekki bara þessa banka, heldur stæðstu eigendur þeirra. En það sem ég vil segja, þegar Lúðvík segir við lentum í þessu, hvað? Þetta var fyrir séð ástand og þú lætur eins og þetta hefur verið náttúrulega. Leyfðu mér að klára. Já, ég skal segja það. Þegar neyðarlögin voru sett, þá var meiningin að þessi 3 gömlu bankar færu í þrot. Það voru skipaðar skilanefndir. Hvað er að gerast núna? Þeir fóru ekki í þrot, heldur fóru þeir í greiðslustöðvun og skilanefndirnar að reka gömlu bankana í umboði fjármálaeftirlitsins sem á að hafa eftirlit með rekstri bankana. Þetta komið út í það rugl og þá vitleysu að þið verðið að fara að snúa ofan að þessu. Svona nokkuð gengur ekki. Nei, má ég aðeins bregðast við. Og eitt í viðbót að þegar þeir eru settir í greiðstöðun, þá greiðstöðun, Lúðvík, ekkit annað en frystikista endurskipulagnin af fjármála. En þegar núna komið upp á að það sé verið að selja eignir og greiða skuldir í stóru stíl sem ólögmætt samkvæmt lögum greiðstöðun, hvað er þá að? Og enginn getur fengið upplýsingar og enginn getur fengið þetta upp á borðið. Og hvert stefnir ríkisstjórnin með framtíð bankamála í landinu? Ætlar þeir að stofna 3 nýja, eiga svo útlendingar að fá inn í nýju bönkunum hlutdeild? Hvað það að búa til? Svaraði þessu fyrst. Ég aðeins að koma þegar ég segja... Svaraði þessa eignasölu?
við erum nú aðeins að koma inn í þegar við tölum að lenda í þessu. Við lendum í því einfaldlega bankakerfi hrynur. Fjármálakerfi hryn og við þurfum að bregðast við. Ríkið fær nánast allar eigur í fangið. Það þarf náttúrulega að vinna með þessar eignir. Það þarf að koma þeim út aftur. Það þarf að gerast hratt til þess að til þess að fólk missi ekki vinnuna í meira mæli en orðið nægilega slæmt þetta. Og þetta þarf að gerast hratt. Og í þessum hraða ég að segja að það verða gerð mistök. Alveg klárlega. Hvað með þessa eignasölu? Eru það líka bara partur af einhverjum mistökum? Að þetta sé gegnsætt. Það er að segja... Finnst þér þetta að vera gegnsætt? Það það ekki. Þetta þarf að vera gegnsætt. Já, það er það ekki. Það tryggjur það ekki. Vegna þess að ég skal þá bara upplýsa það. Ég hef átt samtöl við bankanum að það verði settar gegnsæjar reglur og í dag auglýstu þeir að þeir væri að setja þessar reglur þannig að þetta væri gegnsætt. Það 2 mánuðir síðan þetta gerðist. Það getur vel verið, það má bara gagnrýna það allt í lagi. En menn eru samt að reyna að gera sitt besta. En finnst þér þetta hafa verið gegnsætt? Nei, þetta hefur ekki verið nægilega gott. Þess vegna er verið að setja þessar reglur nákvæmlega núna. Það er verið að setja þessar reglur til þess að þetta verði gegnsætt í framtíðinni og þá er spurningin, hér er fullyrt. Það er verið að selja allt og út úr þessu, það er verið að afhenda mönnum alla skapaðan hlut. Það fréttum Morgunblaðinu í dag einhverja fataverslun sem allt í einu komin í gegnum einhver fyrirtæki sem aftur heitir nafni sem byggist á bókstöðum og tölustöðum sem allt í einu komið í eigurnar og sömu aðilum aftur. Hvað finnst þér um þetta? Ég svo sem bara þekki þetta mál ekki. Ég ætla þó að nefna eitt. Í Svíþjóð, þegar bankahrunið var þar, þá fóru menn meira og minna þá leið að menn felldu niður skuldir og breyttu því í hlutafé og sömu eigendur eða sambærileg héldu áfram með marga hluti. Svíar voru mjög snöggir að vinna sig í gegnum þessa kreppu og þetta var gert á þennan hátt. Menn þurfa að vinna þetta hratt. Ég ætla bara að segja þetta mál þekki ég ekki. Ef það er eitthvað rangt við þetta, þá bara fara ofan í það. En skuldirnar, það er svo að lenda á almenningi þegar er búið að rótera þessu svona í gegnum bankakerfið og á þess að nokkuð viti hvað er að gerast. Nú ætla ég bara að segja, þetta mál þekki ég ekki. Ef þetta er þannig að það er fellt niður eitthvað skuldir, komið hlutafé í staðinn, síðan komið menn eignunum aftur í verð og síðan hlutafé keypt tilbaka, þá er ríkið að fá aftur sitt tilbaka. Ég bara þekki þetta mál ekki. Meginatriði að umboðsmaður Alþingis hefur verulegar áhyggjur af framkvæmd neyðarlaganna. Og hvað segir hann? Hann segir að skorti lagaheimildir fyrir ákvarðanatöku. Hann segir að skorti lagastoð fyrir skilanefndirnar. Skýra lagastoð, fyrir ákvörðunum almennt. Hann hefur miklar áhyggjur af því að nýju bankarnir hafa ekki nógu ljósa lagastoð. Hann hefur miklar áhyggjur af jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og stjórnsýslureglna. Og hann lýsir þessum áhyggjum í ítarlegur bréfi og skýrslum og segir að þegar að verið að taka veigamiklar ákvarðanir fyrir einstaklinga og fyrirtæki, þá verði lagaramman að vera skýr en segir hann er takmarkaður. Og svo segir þú hérna, Lúðvík, við erum að vinna þessu. Það er bara ekki rétt. Það er ekkert frumvarp fyrir Alþingi núna og verður ekki afgreitt fyrir þinghlé, eins og staðan er í dag, að skapa þetta trygga lagaumhverfi. Og meira segja gekk þetta svo langt að þið breyttu lögunum fjármálafyrirtækjum daginn, þá bruttuðu stjórnarskrána með því að afnema málshöfðunarrétt gegn þrotabúunum, gegn bönkunum gömlu í greiðstöð. Ég held að sé nú enginn að brjóta stjórnarskrána einhverju ásetningi. Hér náttúrulega er haldið áfram með ítrekkaðar ásakanir. En það sem skiptir máli þá, ég ætla bara að taka undir með umboðsmanni. Við verðum að gæta að öllum þessum reglum. En hafið þið verið að gera það? En það sem ég ætla að segja líka, ég ætla að spyrja þig allir. Hér sem sagt situr þú og gagnrýnir nánast allt sem að gert er og ekki gert. Hvernig hefðu þið brugðist við þessu? Hvernig hefðu þið brugðist við þessu ástandi? Hefðu þið bara sest tilbaka og beðið og látið hlutina gerast eða reynt að taka á þessu á þann hátt að við höldum atvinnulífinu gangandi, að við höldum hlutinu gangandi því að það sem gerist hér er algjört hrun. Það er algjört hrun í íslensku samfélagi. Svo brýnt að stjórnsýslan, jafnræði og allt sem opið og rétt, það er svo gríðarlega brýnt. Heilshugar undir það, þetta þarf að vera gegnsætt og þetta þarf að vera skýrt, en þetta þarf líka að vinnast hratt. Það er þetta sem skiptir máli, það er þetta sem við erum að gera og það er það sem ég segi, sá hraði sem er á þessum málum er alveg klárlega þannig að þetta verður skoðað síðar, þá hafa átt sér stað mistök. Það er alveg kristallegt. En eignasalan inn og greiðsla skulda í greiðstöðum sem er bannað.
og það var bent á það á réttafarsnefnd í vinslu og viðskiptanefnd þeim að klára þetta. Það var að setja lagaramma sem sameinaði kosti, gjaldþrotaskipta og greiðstöðunar til að hámarka verð eignanna. En þið farið bara inn í greiðstöðun og það er bannað að selja. Afleiðingin er svo að grundvöllurinn ekki nógu góður, Lúðvík, og því hef ég áhyggjur af. Má ég spyrja að vakna skaðabótann? Já, aðeins að tala þetta, sko. Ég veit ekki betur en að við erum að tala gömlu banka. Þú ert að tala gömlu banka. Ég er að tala gömlu og nýju. Já, ég held að við séum að tala gömlu bankana fyrst og fremst og tala greiðslustöðum og þetta. Sko, það er verið að vinna, skilanefndirnar er að vinna með kröfuhöfum að halda virði eignara gangandi. Menn tala jafnvel það að þurfa að halda þeim í 3 til 5 ár til þess að þjóðin fái sem mest út úr þessum eignum. Þetta er geysilega flókið, þetta er gert með kröfuhöfum. En hvernig þetta byrjaða erum við að heyra svona? Nú erum við að tala að þetta er svona gömlu og nýju bankarnir. Þessi stóru kröfuhafar, þeir eru að gera kröfu til þess að við vinnum þannig með eignirnar að allir fái sem mest út úr þeim. Og það er það sem er verið að gera. Ég veit ekki betur en þetta sé unni með kröfuhöfum. Nú ef það er verið að svindla á allt og öllu, þá lítur það að koma fram. En ég held að það sé ekki. Við megum ekki ýta undir endalaust svona umræðu og dæma allt nánast án dóms og laga og við erum nánast að setja réttaríkið í uppnám. Nei, ég sagði umræðan er nánast að setja réttaríkið í uppnám því að það er miskunnarlaust. Felldir dómar yfir einstaklingum, jafnvel, þó að þeir hafi, þó að þekking á málavöxtum sé ekki. En heldur ekki að viðskiptaráðherra, varðandi þetta KPMG-mál, svo við kláruðum það bara hérna í lokin, heldur ekki að viðskiptaráðherra hafi hreinlega bara sofið á verðinum? Hann virðist ekki hafa vitað þetta og það er ýmislegt sem að hann annarkvort virðist ekki hafa vitað eða honum hafi ekki verið sagt. Já, hann honum ekki sagt og hann hafi ekki lagst í sjálfstæða rannsóknir. En hann skulle ekki vita þetta, hvað finnst þér það? Ég bara, hvernig er ég að fella Er það ekki óeðlilegt? Nú ætla ég að upplýsa mig, ég vissi þetta ekki. Þú ert ekki viðskiptaráðherra? Nei, en ég hafði ekki hugmynd þetta. Og hvernig átti hann að hafa hugmyndu? Ég bara veit það ekki. Þetta eru bara sko, dálítið svona ásakanir sem mér finnst einhvern veginn ekki eða að vera ásaka viðskiptaráði þessu tökum, mér finnst það ekki rétt að... Þetta eru lokaorðin. Ég vil þakka báðum kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Kastljós er lokið í kvöld. Við sjáumst hér aftur annað kvöld. Verið þið sæl.